Verið velkomin í nýtt vídeo frá Sör spilar golf. Hér er ég að fara að spila Cape Wickham Links í Ástralíu. Yfirlitsmyndi við fyrstu braut er nýafstaðin. Hérna sjáum við kappan stilla sér upp. Þetta er spilað á öðrum stað en ég er vanur að taka upp. Þarna er ég að spila með tveim félögum mínum, Davíð og Dóra, og við ætlum að skiptast á að reyna að tækla þennan völl. Par 4, 305 metrar í fyrsta högg og ég fer 203 metra. Vegna þess að þarna myndi ég svo eftir höggið að við stilltum á vind. Okkur langaði aðeins að hafa þetta smá svona alvöru aðstæður. Settum ekki windy heldur aðeins meira en það. Þannig að þetta voru svona 5-6 metrar á sekundu alltaf og þarna var bara púra mótundur. Það er alveg nauðsynlegt að spila við svoleiðis aðstæður. Líka það er skemmtilegt finnst mér sko. Og reynir aðeins á. Ég var að segja við strákana næst mögulega sko, þá ætla ég kannski bara að mæta í peysu og regnfatnaði og eitthvað svona til að æfa það að slá í svona mörgum svona layers. Það er ekki vitlaust. En við byrjum fyrstu hólu á pari og hérna sjáum við hólu 2. Við náttúrulega vorum ekkert með svona flyover í herminum, þannig að ég reyndi þessu eitthvað staðar. Skellti bara inn til að sýna aðeins brautirnar. Þetta er fallegur völlur. Sjá hvað við getum gert inn í fyrsta höggi á hólu 2. Hefnast bara mjög vel. Við erum aðeins út í vinstra megin, 249 metrar og 108,1 miles per hour. Tek þarna á bara 70 metra cirka eftir, tek bara fullan 60 gráður og spinnar þar að lenda því þetta er 60 gráður og spinnar fyrir út af gríni. Það er svona, þá bara dunguðu sig með 54 gráðum. Reynum við hóluna en rétt missum og fáum annað par. Hóla 3 er par 3. Stórt og fallegt grín. Tek 7 járn á 156 metrum. Fannst það par 3 og löng svona? Nægjum ekki alveg inn til vinstri og enda þarna hægra megin við grínið. Vippa bara þægilegt vipp. Minnir hefði ekki 60 gráður að lyfta honum aðeins upp frekar en 54. I might be wrong. Nær hringnum aftur. 3 pör í röð, það er flott. Par 4 er svo 373 metrar cirka. Ekkert svona markvert við þá braut, þannig að maður getur bara neglt á þetta. Í hermið náttúrulega eru svona vellir með rosa litla refsingu þannig séð. Þarna úti þá er þetta náttúrulega 70-falt erfiðara þegar maður lendir út af braut sko. Þetta náði ég loksins einhvern hraða, 110 miles per hour og reynda bara 237 metrar. Ég meina það er svona þegar það vindur á móti. Tökum 8 járn á 146 metrum með refsingu. By the way, sko, þetta var alveg klassískt golf. Það var eiginlega alltaf mótundur eða svona pínu að fokk í manni, sko. Aldrei púra meðvindur. Það er bara, því þekki þetta öll. Það er aldrei eitthvað. Aldrei neitt gefins. Við vippum inn í hring fyrir pari og förum yfir á 50 hólu sem er 313 metrar.
svaka fallegt þarna. Ég var alveg til í að prófa að spila þennan völl. Þetta svona hella á sterum, vantarlega. Hella meets Keflavík, eitthvað svoleiðis. Slæ duglega í þennan, 110 miles per hour aftur. Ég svona aðeins að finna mótsjóið, tæpið 260 metrar. Var slá mun betur þennan dag heldur en oft áður. Tökum hérna 60 gráður á 54 metrum cirka. Viffaði svolítið undir hann, en það var bara helviti gott vegna þess að ég náði hringnum og fekk minn fyrsta fugl dagsins. Það er bara flott. Sjötta holan er 422 metrar, þetta er par 5. Þetta er hérna flott braut. En hérna, já, ég er að slá betur núna. Það er svona aðeins að koma. Ég er að ná að framkalla í sveiflunni, sko. Ég er svolítið mikið í haustum að miða til hægri, eða kannski ekki miða mikið til hægri, en svona að sveifla út til hægri, skilji. Og þá er hann ekki jafn lokaður eins og hann hefur verið í síðustu vídeóm og svona. Það var svona að takast ágætlega í dag. 107 miles per hour, 255 metrar. Rétt fer í helvitis röffið þarna. Bara til að fokka mann upp. Skilur eftir 145 metra með refsingu, tek 9 járnið. Það var að fæðast helviti skemmtileg hugmynd. Púllan aðeins. Þetta var gríðarleg heppni. Átti eiginlega ekki skilið. Skoppar 90 gráður til hægri inn á grín næst í því hringinn. En þetta er bara 5, þannig að ég fæ fugl. Þannig að þá er ég komin í 2 undir par fyrir 7. holu sem er par 3, stutt par 3, 119 cirka. Grínir svona á 2 pöllum. Tek pitching vets á það. Ég sé að ég er alltaf aðeins að koma svona outside in. Það er það sem bara ég hef alltaf verið að berjast við mitt golflíf. En það dugar í par á þessa rúlu. Þetta skot gengur. Nú förum við bara á næstu holu. Hún er klassísk svona par 4 bara falleg. Við reynum að negla eitthvað í þessa kúlu. Gengur vel, menn dræfur hingað til. Og það heldur bara fram. Tæpir 108 miles per hour, 250 metra dræf. Gengur bara þokkalega hjá stráknum. Og þetta eru cirka 100 metrar. Þetta er svona gap wedge. Classic gap wedge. Vindurinn að taka svolítið vel í hann. En kom tilbaka inn á grín. Og ég fæ mitt par. Ein hóla eftir á fyrri 9. Það er 9. Hún er par 5. Ríkalega falleg. Mikið landslag í brautunum. Þessi bönkar er ekki álitlegir, en gríðarlega mikill snákur hérna á ferð. Við rífum upp driver.
Ég á eftir að finna eitthvað nafn á hana dræfir. Þið með hjálpa mér kannski í því kommentið, nafn. Með kommenta eitthvað nafn sem ykkur þetta er í hug. Ég veit ekkert. Þetta er TaylorMade Stealth, heitir hann. 280 metra dræf, 105,5 miles per hour. 280 metrar. Það er framar á vonum að ná svona langt með eitthvað, þetta var ekkert sérstaklega fast slegið, sko. En við eigum þarna einhverja 183 metra með 6 járni eftir. Koma svo. Þetta er visslega. Þetta er alveg Hitti ég rosalega vel í hann. Gríninu, þetta er bara Nei, ekki alveg. Ég næði inn á grín. En til að prófa. náði ekki 183 metrum. Munið er svona 10 metrum. Svoleiðis. En þetta er náttúrulega par 5, þannig að þetta var fugl. Og þá erum við komin á, ef mér skellst ekki, 3 undir par. Þetta er 10. holan. Par 4, 307 metrar. Við látum reyna á þetta. Bara flott dræf, reynda bara 105,6 en endar í 283 metrum. Sem við erum helviti sáttir með. Western Girls, er það ekki mjög skemmtilega með maður vind? Að því við stiltum á vind, þá var hérna vindansaðu vindur, allir með það á heilunum. Þannig ég var að reyna að change the narrative og láta okkur fá hérna Pet Shop Boys lagi góð á heilan í staðinn. Western Girl. Herðu örstutt pitch inn á. Ég myndi að vera einn nóg. Stoppaði nú. Og hann rétt stoppar inn í hring og ég fæ annan fugl. Komin þá á 4 undir par. Og par 3 coming up, 11. holan. Hún er Scenic. Svaka falleg. Cirka 116 metrar, það er pitching wedge. Það var eitthvað mótvindur þarna. Og já, þetta er með vindinn, maður getur ekki alltaf gengið henni inn í vísu, það var bara meiri mótvindur heldur en ég fatt ekki náttúrulega að pitching wedge fer svo ofalega, þannig að það er ennþá meiri vindur sem tekur á mótunum, þannig að maður er aðeins að pæla í svona hlutum. Liggi? Já. Þá vippaði maður bara í staðinn. Þetta var geggjað. Fugl til að fara 5 undir par. Þá er ég búinn að borga þetta eina vipp í sem ég fæ að meðaltali á hverjum hring. Og next up er 12. par 4, svolítið svona bendi til vinstri meðfram strandlengjunni. Þetta er, ég er alltaf að segja þetta, en þetta er svo ótrúlega fallegu völlur. Gaman að spila svona fallega velli. Ég ætla að miða þér svolítið hægri menn og reynda að draga hann inn til vinstri og það heppnast svona fullkomlega. Þetta er ekki langt högg, en það þurfti ekki að vera langt. Og við eigum bara stutt högg eftir. Það er 50 eitthvað metrar. Tökum bara 60 gráðnar á það, þurfum að saga svolítið að 60 gráðnum. Þannig að hann á ekki eftir að spinna mikið. Og bara er ekki nóg nákvæmur, er bara allt of stuttur. Nei, bara pari. Og hérna, við förum þá bara á þessa par 5 næst. Aftur svona falleg löng par 5, hvað er hún löng? 512 cirka. Nei, 480.
neglum á það. Þetta er strikað. Strikað, Beint í böngin. var sagt, 245 fer í eina og minnsta bunker Ástralíu. Smá hóla þarna. Óþolandi í dæmi, sko. Við sjáum hann ekki einu svona á yfirlitsmyndinni, hann er svona lítill. En ég fór í hann á miðri braut. Tek hérna 6 til að bara plassera honum einhvers staðar. Næ ekki yfir hérna lipið og skýst bara aðeins til hægri. Þannig að þarna, þetta voru náttúrulega 270 metrar, ég átti náttúrulega að breyka, þannig að 6, ég ætlaði að plassera 6 bara. Þannig að nú á ég 245 metra eftir. Það þýðir ekki með refsingu, þetta er á braut. Það er séns með minidriver og þá bara þurfum við bara að láta reyna það. Smell hitti minidriverinn og hann rúlar inn á. Maður var hann heimtufrekjur og vildi fara í hringinn fyrir fugli, en með tapað högg á miðri braut þá erum við helviti sáttir með par og förum bara glaðir inn í næstu braut sem er 14. hóla. Hallar öll svolítið þarna til vinstri, par 4, og ég ætlaði svona að taka hana aðeins með hægri og taka hana aðeins í drót til vinstri. Þá ég ofgerði það, kom bara oflokaður á hann og það varði ekkert úr högginu. 280 metrar í algjöru káli, miðjum hérna einhvern svaka runna, fæ 20% refsingu. Þetta er þá 145 metra með refsingu, ég tek hérna 80, ég veit ekkert hvort hann fari upp úr þessu eða ekki, sko. En maður verður bara að taka sénsinn, negla á þetta. Nei, akkurat. Já. Og hann fer upp úr, hafði engin áhrif. Stuttur náttúrulega, og kikkar þá yfir hringinn. Það er rosalega þetta í úr röffinum. Fer út af gríninu, kemur tilbaka. Ég er svo hræddur við að fá 3 pút, sko, ef hann er 20 metrum frá pinna, sko, þá var það 3 pút. En það gekk og ég fekk bara 10 pút, þannig að það var par. Með lélegt drive þá var þetta bara fín niðurstaða. Og ekki margar brautir eftir. Þetta er stutt og fallegt vídeó. Par 5, 15. hóla. Hún er 512 metrar. Hallar öll svolítið svona niður til vinstri að sjónum. Og við tökum The Big Dog. Nei, ég ætla ekki að kalla hann The Big Dog. Driverinn, hann á skili eitthvað annað. Fallegt nafn. Herði, ég tek þannan aðeins til vinstri líka, en rætist, sló svo neðalega á feysið á honum. Ég náði einhver flugi, sko, en hann rúlaði 234 metra. Sleppur. Léltök, en samt að braut tökum því. Það var að minidriverinn 271 metr. Það er mjög hæpið, en nema ég sé ógeðslega heppinn. Loka honum líka aðeins og fyrir hérna vinstra megin. Allt í góðu. Þetta er par 5, þannig að þá bara reynum við að vippa inn í hringinn fyrir fugli. Eigum hérna einhverja 70 metri eftir. Ok, ég segi vippa, en meira bara alvöru högg, sko. Tók sko 54 gráður og ætlaði að taka mjög létt á því. Þú veist, það er fyrir að taka eitthvað remping 60 gráður. Þannig að ég bara tók allt og létt á því með 54 gráðum, bara óntögg. Og skil eftir vipp, 23 metra vipp cirka. Þannig að ég næði ekki fugli hérna, en ég ætla að reyna að ná parinu. Ég ætla bara að segja hvað er ekki þarna. Siggi, þetta er einn af þessum dögum. Rétt slapp. Manstu að snemma þá bara rétt drullast hann Ertu með einhverju svona Trackman Gold áskrift? Já, hvað er það borgað? Fekk par, það er helviti gott og
þá erum við komnir á þessa braut hér sem er númer 16, par 4, 347 metrar, hún hallar hérna öll til hægri, ekki gott fyrir slæsara, svo vill til að ég er ekki slæsari, þannig að við látum aða 261 metr, fekk rosa gott skopp, ætlaði aldrei að stoppa og byrjaði að fara aftur á bak á tímabili. Ok, þannig að þá er það bara stutt eftir eitthvað cirka 90 metrar, tökum 54 gráðunar á það, eitthvað aðeins niður í móti minni mig og svona þægilegt högg, en það mikið niður í móti að ég fór bara yfir helvitis grínið, mistök, þannig að ég á ekkert auðvelt hérna upp eftir, tók 60 gráðunar og rétt náði hring fyrir pari. Þið fara að líta ansi vel út, ég man sko á þessum tímapunkti, það eru 2 hólur eftir, ég var orðinn pínu stressaður sko, ekki búinn að fá skolla, 5 undir, þarna byrjaði ég að hugsa, fuck, þetta getur verið gott skor. Þá var ég stressaður og það er ekki gott. 158 metra par 3, 8 járn. Þá gerist eitthvað svona sko, tók hann feitan, ná ekki góðu höggi, en dagurinn í dag var bara heppnisdagur. Það bara skoppaði inn á, það var bara minn dagur. Ég fór náttúrulega nýtlustu seinna og keypti lottó, vegna þess að það var gekk allt mér í hag. Þessi 18. hóla er náttúrulega klikkaðslega flott. Hún er par 4, 375, svona í lengri kantinum, geðveik hóla sko, ógeðslega skeri fyrir slæsara, en ekki fyrir mig svo sem. Ég miðaði svona aðeins yfir ströndina, tók bara þrusu högg, enda með 258 metra dræf aðeins úti, sveptu með það svona í gríni. Já, mjög ánægður bara, ég var svo stressaður á þessum tímapunkti og núna var ég að hugsa bara, shit, 1 högg eftir, er ég að fara að sjanka nátt í sjó eða þú veist, eyðileggja skorið eða, þetta eru bara hugsanir sem koma. Og þá borgar sig að hafa spilað golf í tæp 40 ár, leita í reynslubankan. 5 undir par var hringurinn minn, engin skolli og almennt séð ógeðslega ánægður bara með hvernig ég var að spila og hvernig ég náði að skora, náði að redda mér ef ég fór í eitthvað vesinn. Og hér sjáum við nærmynd af þessu skori okkar, en annars þá er ég hér, bið að heilsa, en ef við skoðum aðeins hérna skorkortið betur, þá sjáum við hérna þessa 5 fugla og hérna við raun bara tölfræði hringinn og hérna ekkert mikið að segja, þess að fyndið þegar maður fær ekkert engin ævintýri, þá er þetta bara svona smooth sailing sko. -5 og hér er tölfræðin hitt 57% af brautum, bara 67% af grínum hins vegar, en náðu þá að redda 100% tilfella ef ég náðu ekki hitta grínin. Meðal dræfinu voru ekkert 246 metrar, það var náttúrulega vindur sem fokkaði mér upp og ég er ennþá 106,9 miles per hour, ég er ennþá undir viðmiði, þannig að betur má duga skal, en þetta var ótrúlega góður hringur fyrir mig. Ég segi bara takk fyrir og þá getur næst.